Barnaverndarmál eru viðkvæm og miklar tilfinningar í spilinu. Sérstaklega því að talið er að það þurfi að grípa til þeirra úrræða að taka börn úr umsjá foreldra. Fullyrt er að fyrsti valkostur sé að finna börnum fósturheimili innan stórfjölskyldunar. En í kvöld segðu frá máli þar sem vilji nánustu aðstandenda var algjörlega hundsaður. Sérfræðingur í barnaverndarmálum segir að í þessu málaflokki séu stjórnvaldsnefndir á milli steins og sleggju. Bæði sé harðlega gagnrýnt þegar barnaverndarnefndir geri of mikið og einnig þegar þær geri of lítið. Nokkur tilfinningaþrungin barnaverndarmál hafa verið áberandi í fjölmiðlum undanfarið. Þetta hefur meðal annars snúist það hvort eigi að taka börn af foreldrum sínum og hvert þau eigi að fara í fóstur. Barnaverndarnefndir eru harðlega gagnrýndar en verja sig ekki opinberlega og bera við trúnaðarskyldu. Hrefna Friðriksdóttir er lektor við lagadeild Háskóla Íslands sem var áður langt skeið lögfræðingur Barnaverndarstofu. Hún fullyrir að í þeim málum sem rata í fjölmiðla sé löng og forsaga þar sem reynt hafi verið til hins ítrasta að beita vægari úrræðum. Það er í raun og veru nánast óumflýjanlegt í þessum þvingunarmálum séu sterkar eða andstæðar skoðanir, annars væri það ekki þvingunarmál. Hrefna segir að þegar börn séu sett í fóstur sé reynt að fremsta megni að horfa til fjölskyldunar enda séu þar yfirleitt mikilsverð og verðmæt tengsl. Ég megi nánast fullyrt að það er alltaf byrjað að skoða hvort það eru einhverjir í nánasta umhverfi barnsins sem geta tryggt í þennan nauðsynlega stöðuleika. En í sumum tilvikum er það ekki. Og þá er best og nauðsynlegt til að skapa barninu viðunandi aðstæður að finna þetta öryggi einhvers staðar annar staðar, en það er lögð mikil áhersla á að rjúfa samt sem áður ekki tengsl. Af því jafnvel þegar barnið komi fyrir í varanlegu fóstri, þar að segja foreldri yfir samþykkt að afsala sér forsjá eða svipt forsjá barn fyrir varanlegt fóstur, þá er lögð mikil áhersla á það sem við köllum umgengni. Og barn á rétt á umgengni við foreldra sína og aðra nákomna ef því er að skipta. Sorgarsaga tvíburabræðra á Skagafirði rímar ekki við þessa meginreglu. Í fyrra lést tvítug stúlka, einstæð móðir frá 2 börnum, ársgömlum tvíburum. Hún hafði síðustu mánuðina búið hjá föður sínum og verið í nánu samneyti við stórfjölskylduna í Skagafirði, meðal annars ná frænda sinn Sigurð S. Eiríksson og Ágústu konu hans. Stúlkan og Sigurður voru systkina börn. Sigurður er 44 ára, býr í stóru einbýlishúsi á Sauðárkróki með eigin atvinnurekstur, en börnin eru 4, eitt er 9 ára en hinn 3, 16, 18 og 20 ára. Hjónin vildu strax taka tvíburana í fóstur og því var afið þeirra mjög hlynntur enda gátu haft barnabörnin nálægt sér. Sigurður segir að Barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafi upphaflega tekið hugmyndinni afar vel. Þarna náttúrulega hefðu þá fengið að vera hjá fjölskyldu sem að þekkti þá og nálægt afa sínum og ættingjum fleirum. Þannig að þetta var þannig að sem sagt, eins og ég segi, það leiðbeindi okkur í gegnum þetta og ýtti okkur í rétta átt. Og þetta virtist bara ganga mjög vel að okkur fannst. Og faðir drengjanna, hver var hans vilji? Hann var sá að þeir kemur til okkar. Hann var búinn að tjá mér það og segja nefndinni það líka. Og þegar hann afsalaði sér forræði yfir drengjum þá tók hann það fram að hann vildi að við erum tekin út og skoðuð og með það í huga að þeir kemur til okkar. Lítuðu svo á að þetta væri þá eiginlega bara orðið að veruleika? Á tímabili, já, gerðum við það. Þetta leit mjög vel út og já, við töldum að þetta væri bara komið á góðan rekspöl og myndi bara fara svona. Það var okkar tilfinning fyrir þessu. Í fyrra virtist málið því í jákvæðum farvegi en skyndilega verður breyting á þegar nýr starfsmaður barnaverndar kemur að málinu. Þá varð kúvending sem Sigurður skynjaði strax þegar viðkomandi starfsmaður kom norður í Skagafjörð. Þegar hún kom þá fundum við strax að hún ætlaði sér eitthvað annað. Það var já, það bara skein í gegn að hún sem sagt ætlaði sér að láta á fara eitthvað annað. Og síðan fara þær bara suður og það er haldinn fundur út af þessu og hún hringir svo í mig einhverju dögum seinna og tilkynnir mig það er að láta á fara til vandalausa og það sé búið að velja fólk.
Þetta var gert rétt áður en þau fengu leyfi Barnaverndarstofu til að fóstra börn. En hafði verið sagt áður af barnaverndarnefnd að ákvörðun fóstur yrði ekki tekin fyrir en mat á þeim lagi fyrir. Það mat sýndi að þau töldust hæf af öllum aðilum sem mátu þau. Úr skriflegu mati má lesa lýsingu á vamlausu og velgerðu fólki sem býr við kjör aðstæður. Sigurður segist ekki að fengi neinar haldbæra skýringar á afstöðu breytingu barnaverndarnefndar. Ein skýringin var svo að við eigum 4 börn og þeim þótti það nú bara nokkuð góðu pakki og svona, já, þótti það eiginlega nú. Og það er svona aðal ástæðan og skýringin sem við fengum. Það var alls ekki talið ykkur til tekna að hafa alið upp farsarlega 4 börn heldur þvert á móti? Já, það kom þannig út. Í gögnum frá barnaverndarnefnd kemur fram að það vann gegn þeim að eiga börn og ekki tillit tekið til þess að þau elstu séu nánast fullorðin. Þar segir: Það er og var mat starfsmannanefndarinnar að hagsmunum drengjanna yrði vel borgið á heimili Sigurðar og Ágústu, en hagsmunum þeirra væri betur borgið á heimili barnlausra hjóna sem getur gefið sig alfarið að uppeldi og umönnun þeirra. Sigurður segir að starfsfólk barnaverndar hafi gefið sér rangar og misvísandi upplýsingar. Við fengum ákveðnar upplýsingar og skilaboð. Það var aldrei neitt að marka þetta og í raun og veru þá, já, það má segja það, við varum bara höfða fíflu. Þau kærðu þessa ákvörðun til kærunefndar barnaverndarmála. Hún taldi að barnaverndarnefnd hefði brotið gegn stjórnsýslulögum á veigamikinn hátt og gagnrýni nefndina harðlega. Ákvörðun fósturtvíburana var felld úr gildi og nefndinni fyrirlagt að taka málið upp aftur. Það gerir nefndin en úrskurðar á nákvæmlega sama hátt og áður. Afi tvíburana sótti þá að fá umgengni við barnabörnin sín. Barnaverndarnefnd ákveður að hann geti hitt þau 2 á ári, 2 klukkutíma í senn. Afinn var ósátt við þessa ráðstöfun og barðist í því með bréfaskriftum mánuðum saman að fá þetta rýmkað. Þessu var ekki svarað í hálft ár eða þangað til í haust að honum er tilkynnt að 9 fósturforeldrarnir séu búnir að ættleiða tvíburana. Þar með hafi barnaverndarnefnd ekki vald lengur til að úrskurða honum umgengni við dóttursinni sína framar. Þetta er fáheyrður flýtir í ættleiðingu. Áður en Sigurður lenti í þessa reynslu hafði hann alltaf efast réttmæti harkalegra gagnrýni á barnaverndarnefndir. Oft á tíðum fannst mér hreinlega kjánalegt að hlusta á þetta eða að lesa þetta. En það var ekki fyrr en ég í raun tók á þessu sjálfur að þá sá ég að þetta var ekkert bull. Þetta, já, ég veit ekki hvernig ég útskýra það. Ég fór að lesa þetta með öðrum augum heldur en áður og ég sá að með mína reynslu þá er mikið til í þessu. Þetta er vinnubrögð sem bara ekki þekkjast. Þetta er skammar.